Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 14. desember er 3. sunnudagur í aðventu. Þema dagsins er fyrir rennarinn. Í lektíunni skrifar Jesaja: Sjá, Guð ykkar kemur í mætti og ríkir með máttugum armi. Sjá, sigur laun hans eru með honum og fengur fer fyrir honum. Í pistlinu stendur: Aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Og í Guðspjallinu er sagt frá upphafi starfs Jóhannesar skírara. En við skulum hefja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Þar sem texti Guðspjallsins í dag er afar langur, þá ætla ég að skipta honum niður í 3 hluta. Heyrum fyrsta hluta þessa heilaga Guðspjalls sem er úr Lúkasi 3. kafla og ég les fyrstu 6 versin. Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontíus Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Heródes fjórðungsstjóri í Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trapotínis héraði og Lísanías í Abilene. Í æðsta preststíð Annasar og Kaífasar kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni. Og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns: Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast, bugður verða beinar og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Í þessum fyrsta hluta Guðspjallsins fáum við nokkuð nákvæma tímasetningu í veraldarsögunni hvenær Jóhannes hóf starf sitt. En það gefur okkur leið einhverja vísbendingu hvenær hann skírði Jesú, en skírnin markaði upphaf á starfi hans. Upptalning á keisara og landstjórum lýsa þeirri heljargreip sem þjóð Guðs lifði við, og sú staðreynd á þessum tíma væru 2 æðstu prestar, Annas og Kaífas, lýsir óeiningu meðal leiðtoga þjóðarinnar. Kannski viðurkenndu leiðtogarnir ekki Jesú sem hinn smurða vegna þess að Guð sniðgekk þá og valdi Jóhannes til að boða komu Jesú. Bæði Jóhannes skírari og Jesús fóru út í eyðimörkina áður en þeir hófu störf sín. Báðir voru þeir uppfylling spádóma. Jesús var sá sem beðið var eftir og Jóhannes var rödd hrópanda í eyðimörkinni. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Eyðimörkin, hið snauða land, táknaði á vissan hátt skort þjóðarinnar. Þar er bæði vatns- og matarskortur, en Jesús er bæði hið lifandi vatn og lífsins brauð. Koma Jesú átti að greiða götu allra að ríki Guðs, því að hann sjálfur, það er Jesús, er hjálpræði Guðs sem stendur öllum til boða. Heyrum næsta hluta Guðspjallsins sem eru vers frá 7 til 12. Við mannfjöldan sem fór út að láta skíra sig, sagði hann, það er Jóhannes: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð geti vakið Abraham börn af steinum þessum.
Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Mannfjöldinn spurði hann, hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim, sá sem á 2 kirtla gefi þeim engan á og eins geri sá sem matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann, meistari, hvað eigum við að gera? Og hér gerum við aftur hlé á guðspjallinu. Já, mannfjöldinn hafði safnað saman til þess að láta skýrast. Sumir komu af forvitni, en aðrir vildu breytingar. Og Jóhannes talaði tæpitungulaust. Þið nöðru kyn, sagði hann. Og fólki vissi að hann var að vitna í höggorminn sem tældi Adam. Hið illa sem tælir fólk frá Guði. Hann sagði að það nægði ekki að vera afkomandi Abrahams. Það nægði ekki að fæðast inn í þjóðina. Fólk þarf að tileinka sér trúna, svo það beri ávöxt í ríki Guðs. Hvað eigum við að gera, spurðu menn Jóhannes. Margir voru opnir fyrir nýjum boðskap. Textinn segir okkur að það var ekki bara almúginn sem kom, heldur einnig tollheimtu menn. Þeir voru fyrirlitnir vegna starfa sinna fyrir Rómverja. Sýni í verki, sagði Jóhannes, að þið hafi tekið sinnaskiptum. Skírnin var aðeins ytri yfirlýsing viðtöku trúarinnar. Sinnaskipti sálarinnar var siðferðisleg breyting. Breyting sem hefur áhrif á gjörðir okkar, breytir lífstílnum, setur ný viðmið á hvað rétt og rangt, gott eða slæmt. Jóhannes tók dæmi sem fólk þekkti. Í þá daga sléttuðu menn vegina eins og kostur var ef það var von á konunglegri heimsókn. Og hann notaði það myndmál að slétta veginn svo Guð eigi greiðari leið að hjörtum þeirra. En hvernig getur Guð vakið börn af steinum? Sköpunarsagan segir að Guð hafi mótað manninn af leiri jarðar. Leirinn mjúkur því hann blandaður vatni, en steinar eru harðir af því að þá skortir raka. Hér tákna steinarnir heiðingja, en taki þeir við orði Guðs verða þeir að leir. Það mótaðir af Guði, en hafni leirinn lífsins vatni, þá harðnar hann og verður að steini. Þannig getur Guð vakið sér börn af steinum. Annað myndmál sem Jóhannes nefnir öxin og tréð. En Jesús sagði að hann væri hinn sanni vínviður og við erum greinarnar. En hverja þá grein á mér, sagði Jesús, sem ber ekki ávöxt, verður sniðinn af. Heyrum síðasta hluta guðspjallsins en það eru vers frá 13 til 18. En hann sagði við þá, það tollheimtu mennina. Heimtið ekki meira en fyrir ykkur lagt. Hermenn spurðu hann einnig, hvað eigum við þá að gera? Og hann sagði við þá, hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki eða svikum. Látið ykkur nægja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði, ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem mér máttugri og ég ekki verður að leysa skóðveng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér til þess að gerhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk, það Jóhannes, og flutti fagnaðarboðin.
Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Já, Jóhannes eins og þema segir, fyrirrennarinn. Hann kom til að vitna ljósið, ljós heimsins. Hann var undanfari, boðberi, eini spámaður Guðs sem lifði að sjá spádóminum komu frelsarans rætast. Honum fylgdi kraftur Guðs því að mannfjölda dreif að. Hvorki Jóhannes eða Jesús voru með fagurgala, heldur töluðu hreinan sannleikan, vafinn hvatningarorðum, breytt líferni. Jóhannes upphóf ekki sjálfan sig í starfi sínu. Hann skýrði með vatni, táknræna skýrð, en Jesús myndi skýra með heilagum anda. Hann sagði það Jesús, á að vaxa en ég á að minnka. Það var margt líkt með þeim, hvorugur átti heimili. Þeir áttu ekki jarðneskar eigur, aðeins fötin sem þeir stóðu í, og báðir voru líflátnir af yfirvöldum. Jóhannes flutti fagnaðarboðin góðu ríki Guðs, knúinn af heilagum anda. Og við getum treyst því að spádómurinn fæðingu Jesú kom fram. Hann sá sem beðið var eftir, friðarhöfðinginn sem Jesaja spáði fyrir. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Í pistlinum stendur einmitt, nú getum við enn betur treyst orði spámannanna. Það rétt af ykkur að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum ykkar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúnir af heilagum anda. Einhverjir spádómar eru okkar enn huldir, því enginn þýðir spádóma sjálfum sér, heldur aðeins með vilja Guðs og á réttum tíma. En eins og Lexían segir, þá mun Guð koma í mætti og ríkja með máttugum armi. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í fam sér og bera þau í fangi sínu, en leiða mæðurnar. Já, myndmálið felur alltaf í sér umbun, laun fyrir trúfesti og umhyggju vegna þolgæðis og staðfestu við Guð. Aðventan fyrirrennari eða undanfari jólaháttíðarinnar. Hún tími tilhlökkunar því að okkar stærsta hátíð í vændum. Við bíðum nýs upphafs, fæðingar nýs lífs. Bíðum þess að heyra kirkjuklukkurnar hringja inn jólin og heyra jólaguðspjallið einu sinni enn. Við bíðum þess að eignast hinn helga jólafrið. Verðum snortin í hjarta og getum næstum snert kærleiksandan sem flæðir á milli manna. Við fyllumst hátíðleik þegar jólaljósin lýsa upp skammdegið og minna okkur á að litla barnið í jötunni ljós heimsins. Eins og þetta barn sem var ósjálfbjarga í upphafi óx upp, þannig heldur trú okkar áfram að vaxa. Með hverju árinu sem líður þá verður hún dýrmætari og á hverju ári fáum við nýjan skilning þegar orð Guðs talar til okkar á nýjan hátt. Aðventan minnir okkur á að staldra við og njóta samveru með okkar nánustu og gefa sálinni meiri tíma til að njóta. En gefum Guði líka tíma með því að íhuga og taka fagnandi við boðskap jólanna. Megi Guð gefa þér góða og gæfuríka daga í aðdraganda jólaháttíðarinnar.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.